Ágætu vinir, gleðilegt sumar, ekki annars gleðilegt sumar. Sumir taka undir það, aðrir ekki. Sumir taka ekki undir neitt sem gleðilegt. Ég vildi það gjarnan. Það margt sem að hrjá okkur ágætu mennina og hvernig á hún að vera þegar við þverskollustum við því sem Drottinn að segja og gera. Þá erum við nú ekki sælasta fólki í öllum heiminum, en við getum það alveg. Og við getum vanið okkur af alveg fullt af hlutum sem að við vitum og viðurkennum að nú ekki kannski að gera okkur neitt gott, en samt erum við að hanga í því eins og hundar á roði, en vitum og bak við þetta allt að bestu er að koma sér frá því, og maður hefur séð mun á fólki sem að gerir þetta og mann eftir því fyrir, og svo eftir þá erum við að horfa á allt annað menn og allt annað fólk. Þannig að það er ýmislegt sem við þurfum að ígrunda og við þurfum að huga að, því að ef ég gera það ekki fyrir mig, hver ætlar þú að gera það? Það getur það enginn. Ef ég kýs að vera blindur, nú þá er ég bara blindur. En það er ekki vilji Guðs að ég sé það. Það vill að ég noti þessi skynfæri mín og sjálfur mér til blessunar og öðrum. En ég þarf þó að gera það. Þetta þarf að vera markmið mitt að gera. Og þá skila ég deginum að mér með sóma og nokkuð miklum sóma. Allt er þetta nú í hendi minni. Þannig að við erum að frambera gott sem að erum að frambera svona boðskap og hvað sem hver segir, og þótt sumir ygli sig að þá er það nú ekki neitt rosalega meiningar fullt dæmi. Þetta er bara reitt og biturt fólk. Af hverju? Vegnar því ekki vel? Jú, sumu fólki vegnar mjög vel. En það byggir ekki upp anda sinn og það gerir fólkið óglatt í sinni og í lund. Því að aðskilnaður frá Guði, hann er grafalvarlegt mál, og það sem skeiði til að mynda hjá Adam og Evu, forsprakka allra annarra manna, þetta er að gerast enn þann dag í dag. Og við munum eftir því þegar að syndafalli varð, hvað var það fyrsta sem þau gerðu? Földu sig fyrir Guði, sem samkvæmt orði Guðs, eins og ég skilaði allavega, koma á svipuðum tíma til þeirra hvern dag. Og þá voru þau tvö þarna alveg brosandi út á eyrum og ekki nema tilhlökkunin og gleðin. Við sjáum að þarna verður orðið alveg algjör skapnaður á hjartanu. Og þau, eins og Adam var það ekki, sagði, ég var hræddur og ég faldi mig. Hræddur? Við hvað? Það sem alveg beið eftir með eftirvæntingu dagan og undan. Nú var hann allt í orðið hræddur við þetta sama. Við sjáum að hann hefur komist eitthvað að sem að kallaði þessi viðbrögð fram í honum, þessi svakalega neikvæðu viðbrögð, og þessu í raun og veru er mannkynið allt merkt. Já, sumir eru hræddir við Guð. Þó þeir viðurkenni það ekki berum orðum, en það kemur fram í hegðun og í mynstri sumu. Við sem að til að mynda trúum, eins og ég og fleiri, við vorum ekki einu sinni á þessum stað.
Og það eru til sögur af mönnum og konum líka örugglega sem eiginlega voru bara skilin eftir að þau komust til trúar. Þau voru ekki lengur þannig séð vinir fjölskyldunar og menn töluðu bara ekkert vel þetta ágæta fólk. Af hverju öðru er bara ótta við það sem var komið. Þannig eins og Adam sagði, ég var hræddur við og ég faldi mig. Við viljum ekkert fá þetta fólk heim sem var rúmlega velkomið hérna áður fyrr. Því það er að koma með þetta nýja og við þolum það ekki. Það gerir uppreisn í okkur. Og hvað gerir uppreisn í okkur? Andi heimsins gerir uppreisn í okkur því hann þolir þetta ekki. Það var nákvæmlega sami andi sem talaði fyrir munn Adams þegar hann sagði, ég var hræddur við því og ég faldi mig. Hræddur. Þetta er umskiptin. Og það er einhver sem að frelsast í kringu þig, eins og við segjum. Og þú eiginlega vilt ekkert með hann hafa lengur. Og ef hún kemur, þá eiginlega bannar honum að tala neitt trúna við sig. Það er bara sama og gerðist hjá Adam eftir syndafallið. Það fór allt af stað í honum. Og hver vill að einhver fari af stað í sér sem er ekkert nema neikvæðinni fyrir viðkomandi. Þetta er það sem skilur á milli vantrúar og trúar. Þannig það má alveg reykja einföld dæmi sem skýrir þetta nokkuð vel. En þá þurfum við líka að stíga fram og gera það. Ekki til þess að hrella einn eða neinn eða rekkja einn eða neinn. Heldur höfum við eins og allt annað fólk leyfi til þess að tjá okkur það sem okkur hjarta næst. Þú tjáir þig það sem hjarta þínu næst og hvað er það? Síðasti leikur milli þessa liðs og hins knattspyrnu liðsins. Ef það er hjarta þér næst þá er þér tamast að tala það. Og ef þú ert í þannig hópi þá kannski getur þú talað þetta alveg eins og vilt. En sé enginn þarna nema þú sem ert þarna, þá hefur engan til að tala við og þeyruð. Því að þetta er þín ær og kýr. Og sama er með okkur þetta trúaða fólk og að drottin er okkar ær og kýr. Og það er ekki staflösi stafi frekar en annað. Hann bjó til samfélagið fyrir okkur og gaf okkur samfélagið. Og gerir okkur þannig séð eitt með sér. Já, hvað er hópurinn stór? En að hann verður eitt með Kristi. Og þetta sem sagt verður nýja fjölskyldan okkar, eðlilega. Því þú sækir í þér líka. Og þarna ertu innan á fólk sem raunverulega að tala sama tungumál og þú. Og ekki bara talar sama tungumál og þú. Þetta er fólk sem elskar að tala það sem það segir. Og ef þú hefur engan til þess að tala við, og þú finnur þú ekki heiminum, það er nú bara þannig, og þá náttúrulega sá drottin við þessu, og hann bjó til samfélag. Sem sagt, samfélag sinna manna og kvenna sem koma saman á ákveðnum stað. Já, annað veifið, reglulega nokkuð, flestir. Við köllum þennan stað kirkju, við köllum þennan stað staðurinn sem að fólki kemur saman í til þess að lofa Guð. Kirkjan er það svona yfirleitt. En það er nú kannski ekki rétti skilningurinn á kirkjunni því að ég er kirkjan og þú ert kirkjan. Hitt er bara staðurinn sem við hittumstum á
svo sem mikilvægur, svo sem nauðsynlegur, en við hins vegar hefum svona heimfært upp á að vera kirkjan, svona í daglegu tali og við skiljum öll hvað áttir við þegar að tala um kirkjan, en við erum ekki alveg að fatta hvað áttir við þegar einstaklingur bísperrtur segir kannski að ég er kirkjan. En þannig skilgreinir orðið í raun og veru þetta orð kirkja. Þannig að við erum svona búinir að kannski losa svo litið þessa hugsun í kringum kirkjuna. Og svo var kirkjan einn tíma orðin bara valdastofnun sem réði bara og stýrði og stjórnaði samfélaginu. En kirkjunu var aldrei ætlað, eða kristnumenn var aldrei ætlað að stýra og stjórna samfélaginu. Því að Drottinn setti stjórnvöld yfir. Hann talar um stjórnvöld í orði Guðs til að gera þetta. En eins og hann sér þetta, hugsar þetta, þá er þetta sami pakki. Tengt hvort öðru, þarf að starfa saman og vera saman, en þetta er samt aðskilja að því liti til kirkjan og svo stjórnvöld. Sumir kristnir menn hafa gert í að gera stjórnvöld óvini sínum og þeir tala ekki fallega um stjórnvöld. Það er svo sem vel hægt að tala ófallega um stjórnvöld því að mörg stjórnvöld eru ekki góð. En þá er gott að styðja sig við orðið sem segir að við skulum biðja fyrir valdhöfum. Og ef þú ert að biðja fyrir valdhöfum, þá ertu ekki leið að hallmæla valdhöfum. Þetta er eitthvað sem að ég hef alltaf tekið upp á mína arma og gert og ég hef alltaf stutt stjórnvöld. En ég veit alveg hvernig stjórnvöld eru. Þau eru bara svona og gera ekkert alltaf allt rétt og kannski sjaldnast allt rétt. Og ég styð Ísraelsmenn sem að margir gott hafa styðja ekki, og ég er ekkert að banna það. Ég styð Ísraelsmenn af einni ástæðu. Ísrael gaf mér Jesú. Þannig bara er það. Og hann kom þessi einstaklingur í landi gyðingana og fór á stað fyrir mátt heilags anda hérna á jörðinni og frelsaði einn og annan. Og þessa línu rekjum við til þessa Jesús sem fæddist í Ísrael, í landi gyðinga. Þetta er tengingin, ég segi, þess vegna styð ég Ísrael. Þannig að það þýðir ekki til menn að koma til mín, eins og sumir gera, hafa gert ekki lengur. Varstu á sammála því að þeir séu að drefa þarna? Það er enginn að tala um það. Ég styð Ísrael, vegna þess að Jesús er frá Ísrael og því verður aldrei breytt. Hann er landið, Ísrael er landið sem hann gaf okkur ekkert minna en frelsar. Það er það sem ég styð. En verkin þeirra, jú, ég er ekki hrifinn af þeim öllum, en ég val og vel að styðja Ísrael áfram, vegna þess að ég var að tala um áðan. Þú styður eða þú styður ekki. Ef þú styður þetta og stundum gengur brössulega og þá hættur ekkert að styðja það. Þú styður áfram, þar að segja ef þú átt ykkur að trú fyrir því. Og það er þetta sem gerist með Jesú. Ég á trú fyrir því að hann sé svo sem hann er. Og ég fengi miljóna eina sannun fyrir því að hann sé það sem hann er. Það er ekki vandinn. Vandinn er að bara vakna inn í daginn með trúar orðin og vörum og gera þessi trúarlegu verk og vera umfram allt sjálfum sér samkvæmur í sinni trú. Og þá ert þú heiðarleg manneskja og öllum mönnum þannig séð velþóknanleg
Því að hver vill gera þér illt ef þú keppir eftir því að gera það sem er gott? Spyr nú orðið sjálft og þetta er rétt. Hver vill gera þér illt ef þú keppir eftir hinu? Því sem er gott. En sumir keppa eftir því að gera illt og þeir fá sama á móti og það líkar þeim ekki. Þannig við erum stundum förum offari í tilfinningarseminni og fáum svo að kenna á því og skiljum ekki af hverju. Þannig er ekki að lifa með Drottni, því hann stendur við sitt og verður á bak og brjóst og það sem meira er, og okkur er nú akkur í að vita og sem er lifa og allir kristni menn lifa, þó þið kannski taki ekki alltaf eftir því, að hann mun vel fyrir sjá. Er þetta þín reynsla? Hefur hann vel fyrir séð? Ég veit það ekki. Ég segi það fullum fetum, já, hann hefur vel séð fyrir. Svo ég hef marg oft sagt og vitnað og það er sannleikur. Mér er aldrei skort neitt. Ég hef yfirrið nóg að öllu. Ég er ekki ríkasti maðurinn í öllum heiminum og er ekkert að keppa neitt eftir því og er nú alveg sama það. En ég hef nóg að öllu. Og ég kann vel við það að hafa nóg að öllu. Bít og brenna eins og sagt er. Og ég er með allt sem ég þarf, eins og ég var að segja. Ég rek bíl og að ég þarf bíl. En lengi vel átti ég engan bíl, mörg ár. Það liðu kannski 10-12 ár á milli þess sem ég eignaðist bíl. Og ógána mig kannski einhver ár og svo var ég aftur bíllaus árum saman. Ég fann ekkert fyrir því. Þannig að ef maður fór eitthvað þá bara tók maður strætó á þeim staðnum þá og kvartar ekkert undan því. En það er breytt í dag. Og nú telur maður sig þurfa á bifreið að halda. Og Drottinn hefur blessað mig með bifreið. Ég man eftir því þegar ég kom að austan á sínum tíma. Ég átti aldrei bíl þar. Nema í 1 ár, 1,5 ár þá átti ég skóta. Minna ég keypti af Seyðisfirði. Jú, af Seyðisfirði. Ég var ekkert að nota hann. Hann stóð alltaf bara á hlaðinu. Eftir þetta 1 ár og 1,5 ár þá náttúrulega seldi ég hann. Ég minni mig að ég hef farið með hann á bílasölu á Egilsstöðum, minni það nú. Eða hvort, nei, ég held örugglega hann hafi selst það, en frekar en ég hafi auglýst hann og selt hann bara að heiman. Minnir það að hafi verið þannig. Og ég átti ekki bíl þar sem eftir lifði af Austfjarðarferðinni minni. Þangað til Drottinn veit allt og ég vissi ekki neitt. Allt í einu, já, best að fá sér bíl núna. Og ég fæ mér bíl, gamlan Fiat held ég, lötu. Ég var ekki lata, ég var lata, alveg hrikalega ljótmaður. Og ég keyrði hann einhverja mánuði þarna fyrir austan, eða eitthvað frekar en vikur, ég man ekki alveg hvernig þetta var, en það var bara svo rétt áður en ég fór. Og þessari tíð kom ég suður. Og ég átti hann í nokkuð mörg ár. Og frá þeim tíma hef ég átt bíl. Ætli þetta hafi ekki verið svona 97, 8. 97, 8, já, eitthvað svolítið, 97, eitthvað stað. Kannski fekk ég bílinn, ég held að örugglega ég fengi bílinn bara rétt ekkert löngu áður en ég flutti. Þannig allt hefur þetta nú sinn tíma. En ekkert af þessu var planað af mér. Ekkert af þessu var planað af mér og ég alveg, já, að liggjandi á bæn við til að komast í Neskaupstað, þetta bara einhvern veginn gerðist. Eins og þegar ég fór, að þá bara einhvern veginn gerðist það. En Guð er með áætlun, hann vissi alveg hvað hann ætlaði mér. Og eins og ég margoft sagt að þá kom ég inn í kirkjuna og eitthvað, já, 99, fyrir ekki, já, 99, já. Frekar en 98, kannski var það 98.
allavega á þessu róli. Ég held örugglega, já, ég var komin inn í kirkjuna og fastur þar fyrir árið 2000, það er alveg, já. Þannig að maður er búin að vera nokkuð lengi þar og ég raun og veru ekki gert neitt annað en þetta. Á hverju lífurðu, væni minn? Loftinu. Drottinn bara sá fyrir að ég gerði hans vilja og ég, eins og ég hef alltaf gert hans vilja. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af neinu og ég hef aldrei áhyggjur af neinu. Fæðu, ég held ég hef aldrei haft áhyggjur af fæðu síðan ég kom í rann Drottins. Og ég hef óskaplega lítið af þeim og ég er alveg ágætlega sáttur við það. En svona hefur þetta bara liðið. Og eins og ég segi, þá líður manni hvergi betur en innan veggja kirkjunar. Og með þessu fólki sem maður hefur kynnst í gegnum tíðina, og það er nú nokkuð stór hópur, þó að maður umgangist mest það fólk sem maður akkurat er innan og núna. Og innan og núna getur maður verið að tala bara svona í pörtum alla sína trú og gangu og þar var fullt af fólki og þetta, flestir af þeim eru farnir eitthvað annað. En núna er fullt af fólki sem að maður umgengst og já, deilir trúni sinni með og það með mér. Þannig að þetta ekkert verið neitt nema vinskapur sem að koma inn í kirkjunni. Ekki svo að skilja að það verið mikill óvinskapur hérna áður en það er svona gegnumgangandi vinskapur meðal kirkjunar manna vegna þess að kirkjunar fólk er að gera það sama. Það er að gera það sama. Og ég er með í því að gera þetta með þeim, ekki fyrir neitt, það er ekki málið, en gera það með þeim. Og við sjáum að við erum í raun að stefna í sömu átt og við erum í raun að, já, eins og ég sagði það, gera það sama. Það er nokkur akkur í því. Og mér þægilegt, en þetta hefur heimurinn ekki. Og hann segir eins og Adam, ég var hræddur við og ég faldi mig. Þetta eru viðbrögðin sem við erum að sjá í raun og veru þegar þessi andstaða kemur upp. Af hverju? Af því heimurinn sem er í þessu fólki, hann óttast þetta. Af hverju að vera hræddur við manneski sem engum hefur gert neitt. En þetta er það sem mætir. Og þetta birtist í alls konar viðbrögðum og að menn svona verða svona, já, slitnir í framann og gæta sín á að þessi karl þarna, veiti, stóri, úr Hafnarfirði, var hún ekki að tala Guð. Það er svona óðalettið að tala Guð. Það er ekkert óðalettið það. En fólki sem að þekkir þetta ekki, á þetta ekki, það er í því eitthvað afl sem að rís upp. Við erum andlega verur og við erum vitsmuna verur og við erum inn í umhverfi sem er þetta umhverfi, guðlega umhverfi eða heimsins umhverfi. Það er allt öðruvísi umhverfi. En þeir sem eru í trúnni eru ekkert betri menn en annað fólk og konur. Og það er heldur ekkert verra. Kannski ögn betra vegna þess að það á þennan lærdóm sem að Drottinn er með handaði. Já, þú heyrir ekki kærleika nefndan nema því að hann er í Biblíunni. Ef hann væri ekki í Biblíunni, skráður þar, skilmerkilega, þá væri ekkert verið að tala um hann. En þetta orð kærleikur heyrist oft í ranni Guðs og Drottinn sjálfur hvetur sitt fólk stöðulega til þess að vera þetta kærleiksríka fólk. Og það er þetta að venja svo kærleikan alveg svo allt annað. En þessu ykkur ósiði, þú getur líka vaniði og kærleikan og þetta er nú það sem að sumt fólk gerir.
Já, sumt fólk alltaf ljúft, alltaf gott. En þá þetta sína daga. En kannski færri, vegna þess að það bara vanið sig á þetta að búa í þessu umhverfi fyrir sig sjálfan. En þetta gerir þú ekki í heiminum. Þú vildi það kannski, engin spurningu þá þú myndir vilja það, en þú hefur ekki skilyrði til að standa við það. Öndötti trúarmann og trúarkonu sem hefur vörnin á bak og brjóst og á báða hliðar. Það er munurinn. Ef að óunnurinn kemur, þá hann að skottast í kringum þetta. Hann kemst ekki inn fyrir. En ef þú ert í heiminum, bara eins og við vorum öll, hvað er þá vörnin? Hann bara veður yfir allt og alla og gerir það sem hann vill, þegar hann vill. Og sé einhver að tala einhver Guðsorð, þá náttúrulega svitnar hann og fær í magan. Þannig að það allavega endist ekki mjög lengi. Það keppt niður með einhverjum hætti. Kveikt úr sjónvarpinu og svo það hækka bara í botn. Þá hætti allir að tala hitt. Bang, bang, bang og allt það í sjónvarpinu. Það nóg að því þar. Þannig að það er ýmis ráð til þess að kefja þetta Guðsorð. Það er að segja, ef einhver tekur upp á því að tala eitthvað þetta. En það er náttúrulega jákvætt við það, þegar einhver er þó að tala það, veistu hvað gerist þá? Eða hvað er að gerast þá? Jú, Drottinn er að snerta viðkomandi. Það byrjar á pingu litlu og smáu. En Drottinn hefur leiðir með okkur öll. Þó að ég sé lukkuna pamfíll að því leyti til að bara Drottinn bara tók mig. Tók kallinn maður. Ég var nú reyndar engin kall þá. En ég held ég að nú eru jafn feitur og ég núna. Og var frelsað. Satt bara hérna eins og ég sitt núna og svo var ég bara orðið frelsuð manneski og það hefur ekki frá mér. Var ég heppinn? Auðvitað var ég heppinn. En samt ekki teppnar en þú sem átt saman.